Vinnusvæðið, ég myndist á það áðan, það þarna í efra, sem sagt hægra horninu uppi. Vinnusvæðið inniheldur allt sem notandinn hefur búið til, eins og við bjuggum til vegur þarna einhver fylki, þegar við förum að lesa en gögn, þá búum við til hluti, við getum skrifað okkar eigin föll og það bara endalaust. R býr til skrá, nú ef við biðjum hann það, sem heitir .r data, sem inniheldur allt dótið í vinnusvæðinu. Og nú skulum við gera greinamun á því að segjum sem svo við ætlum að lesa en gögn í R, að mögulega við getum jú tengt R við einhverja gagnagrunna og lesið gögn þannig, en kannski erum við með einhverja skrá á harðadisknum okkar sem inniheldur gögnin. Við lesum þessi gögn inn í R og til verður hlutur inn í R. Og þetta tvennt ólíkt, sem að hluturinn inn í R sem inniheldur gögnin eftir að við lesum þau innþangað, það hlutu af vinnusvæðin okkar. En þegar við fyrir svo að breyta hlutnum okkar þar, segjum bætum við nýjum breytum eða gerum eitthvað, að við erum aldrei að hrófla við upphaflegu gagnaskráni. Hún liggur bara á sínum stað einhvers staðar á harðadisknum okkar. En við getum svo geymt gagnasafnið, við getum líka skrifað nýja gagnasafnið okkar í aðra skrá, en við getum geymt það líka sem sagt það sem hluturinn inniheldur, en við getum líka svo geymt það í svona .r data skrá og lesið það svo aftur inn ef við viljum. En það langt auðveldast að safna svona skipununum sínum bara í skipanaskrá og svo keyrum við skipanina bara upp og nýtt til þess að lesa inn gögnin. Nú, þegar notandinn hættir að vinna hægt að geyma vinnusvæðið og hlaða því svo inn þegar notandinn hefur vinnu aftur, og það svona sjálfgefna stillingin að þegar ég slekk á RStudio að þá spyr RStudio á ég að geyma vinnusvæðið. Ég mæli ekkert sérstaklega með því að við erum alltaf að geyma vinnusvæðin, reyndar ef við erum að meta ykkur stór og þung líkön sem taka kannski fleiri klukkutíma að meta, þá sjálfsögðu viljum við geyma þennan hlut svo við getum bara lesað hann inn og halda áfram að vinna með hann. En fyrir eitthvað svona stutt eins og lesa inn gögn og gera eitthvað, búa til nýja breytur og hvað veit ég, miklu frekar að geyma skipanaskrárnar, keyra skipanirnar upp og nýtt og búa til nýja hlut. Það svona hreinlegra. En það auðvelt líka að deila þessum R-data, vinnusvæðinu sínu, þannig ef maður að vinna með einhverjum, þá auðvelt að deila þeim. Hér koma svo nokkrar gagnlegar skipanir sem svona eitthvað tengdar vinnusvæðinu og byrjum aðeins að skoða þessa fyrstu, get 2FD eða get working directory, og þetta nú eitthvað svona hálfsupulegt hérna hjá mér, jæja. Förum hérna niður og þetta nú svona ein af fáum skipunum sem hafa engar stillingar eða inntök eða hvað við nú að kalla það, að hún ber bara nafnið get 2FD, sví opna, sví lokast, og hún skilar okkur hvar á harðadiskinum við erum að vinna. Við erum með stóran harðadisk og horfir ofan í einhverja ákveðna möppu og þessa möppu köllum við vinnumöppun okkar, og það bara ef þið gerir þetta núna sjáu þið að sjálfsögðu eitthvað annað heldur en ég, þetta svona sjálfgefna mappan, en mögulega viljum við breyta þessu og þá notum við set working directory og innan svona gæsalappa setjum við slóðina á möppuna sem við ætlum að vinna í. Og hvað gerir þessi vinnumappa? Jú, ef ég myndi til dæmis búa til myndir núna, að þá geymast þær í vinnumöppunni. Ef ég myndi búa til mynd núna hérna, að þá myndi hún vistast í þessari möppu hér. Eins ef ég ætla að fara að lesa inn gögn, að ef þau eru stödd í vinnumöppunum minni, þá get ég lesið þau inn beint, en ef þau eru stödd einhvers staðar annars staðar, þá þarf ég að segja hvar þau eru stödd. Þannig að það voðalega þægilegt að vera bara með ákveðna möppu þess sem heldur utan það sem við erum að gera, og hér rétt og eftir ætla ég reyndir að sýna ykkur svokölluð verkefni sem gera okkur þetta svona eða auðveldu við svolítið fyrir. Þetta eru
já, get working directory og maður gleymir svona stundum hvar maður að vinna og þetta svona dæmigerð skipun sem maður myndi ekki skrifa hérna uppi af því hér ég bara svona þetta ætla ég ekkert að geyma þetta ykkur sem ég myndi skrifa hérna niðri bara til að spyrja hvar ég stödd á harðadisknum mínum jú, RM ágætt að kunna hér ég til dæmis komið með hlut ef ég vil henda honum út úr vinnusvæðinu mínu þetta bara stendur fyrir remove að þá mata ég við tölum að mata skipanir mötum við skipunina með nafnin á hlutnum og við hendum honum út úr vinnusvæðinu hér kústur að ef við ítum hann á kúst þá hendur hann út öllum hlutunum í vinnusvæðinu sjá nú við getum geymt ákveðin hlut í svona r.dataskrá sem hægt svo að svona fara á milli fólks og getum deilt þessari skrá sem sagt og við getum hlaðið þeim aftur inn í R með þessari load skipun en aftur einu skiptin að minnstakosti sem ég nýti mér þetta ef ég að búa til einhverja hluti sem maður lengi að búa þá til þá vill maður endilega geyma þá en annars bara safna saman skipunum í skipunarskrá maður keyrir þær bara upp á nýtt og býr til hlutin upp á nýtt þegar maður byrjar í nýrri svokallari vinnulótu nú Q sví opna sví lokast það bara sama á hætta það getum við gert líka með því að fara hérna í file og quit session en það það sama sem sagt að fara hérna Q sví opnast sví lokast það ekki að gera það samt núna